Góðan daginn, gott fólk. Þessi skála þarf að gefa tóninn fyrir umræðefni í dag. Dásamlegu hljómur. Róa taugakerfið. Það veitir nú ekki af þar sem að ég ætla að fjalla um. Ég dró spil úr þessu stokki hérna sem er IFS, Innri Parta, Internal Family System. Og hérna, já, innri partar okkar eru svona innri persónleikar okkar sem við fæðumst öll með. Við fæðumst með fjölda persónleika sem að vilja hafa gaman á jörðinni og gera hitt og þetta, alls konar hæfileika. Einn vill kannski mála, skapa listir og annar vill halda ræður og þriðji er rosalega góður og þetta er alveg jafnvel 100 persónleika. Þannig að það er ekki sjúkdómur að hafa marga persónleika. Það er eðlilegt og heilbrigt. En þegar við aftur á móti verðum fyrir áföllum sem gerist oft þegar við erum börn, þá taka þessir innri partar okkar, þessi litlu börn, á sig byrðar og reyna að vernda okkur fyrir að verða ekki fyrir frekari sársauka. Það er svo að segja að vernda áfalli sem verðum fyrir, sem að oft er kallað í IFS sár. Það er svona eins og að segja, setja það bara í búblu og það má enginn snerta það. Það má enginn snerta það. Og þeir fara að búa sér til alls konar hegðun til að koma í veg fyrir að þetta sár verði snert. Og við könnumst flest við þetta flýja og svona fight, fly and freeze og vera þóknari. Öll þessi hlutverk sem við förum í til að vernda sárið okkar og forða okkur frá þjáningu, tilfinningarlegri þjáningu. Eitt af þessum hlutverkum sem að margir leita í, það er að vera bjargvættur. Bjargvættur annarra svo öllum líkin og örugglega vel við þig. Það geti verið ein af ástæðunum. Og hvað gerist ef öllum líka vel við þig? Þá ertu safe. Þá ertu safe. Og svo getur þetta bjargvættar hlutverk vaxið þér alveg yfir höfuð, eins og þessum hérna gæja sem bókstaflega heldur uppi hnettunum eða heiminum. Hann er alveg að sligast líka, því þetta er ekki hægt. En hver kannast ekki við þetta? Stundum að vilja bjarga öllu, þið lendið í einhverju veislu og þar er einhver sem á bágt og þið reyna að hjálpa honum og þið hlaupið á milli og þið reyna að stilla til friðar. Oft kemur þetta frá barnæskunni þegar við þurfum kannski að stilla til friðar á heimilinu eða í skólanum. Af því að þegar ófriður er í nánd að þá teljum við okkur í hættu. Semst lítið barn sem er í óöruggu umhverfi telur sig í hættu. Og það gerir hvað sem er til að vera safe. Vera örugt. Og bjargvættar hlutverkið er dálítið þungt í vöfum af því að það getur vaxið og bara lítill snjóbolti verður að bara risa kúlu eins og bara hnetti og við höldum upp í heiminum og við viljum bjarga heiminum. Er það hægt fyrir eina manneskju að bjarga heiminum? Nei, þó hún geti lagt sitt af mörkum til þess. En þá getur hún það ekki alveg ein og óstudd og í raun og veru getur hún það ekki. Við getum ekki bjargað öðrum. Við getum bara fókusera á sjálf okkur, sýnt bestu hliðina okkur. Þegar okkur tekst það vel, að þá líður okkur betur og það getur smitað yfir til aðra. Þannig er þetta nú. Eða annara, segir maður ekki. Jú, smita yfir til annara. En að reyna að bjarga öllum, fjölskyldumeðlimum, börnunum okkar, foreldrum, systkinum, vinnufélaga, það er vonlaust og þetta er náttúrulega bara stór hluti meðvirkni. Það er stjórnsemi og eða undanlánsemi og þessi hnöttur hann verður mikilvægari heldur en við sjálf. Þannig að hvenær ert þú að leika bjargvætt í lífi annarra? Berð þú virkilega ábyrgð á lífi annarra? Hvort sem það er börnin eða einhver annar. Svo gott að athuga það að allir hafa rétt á sínu frelsi til að lifa sínu lífi eins og þeir velja. Þannig að við vitum aldrei hvert ferðalag hverrar sálar er hérna á jörðinni. Hvað hún er að glíma við, hvað hún vill læra
Ég vil meira að segja sko, oft annara ferðalag þeirra business á milli þeirra mannesku og Guðs. Það ekki okkar business, það ekki okkar mál hvernig aðri bregðast við. Það okkar mál hvað ég get gert fyrir mig, hvernig viðhorf mitt Byron Katie rosa góð kennari og hún kenndi mér aðferðina The Work sem að meðal annars segir það að það til 3 businessar í heiminum. Það minn og það annara og það Guðs. Minn business mín viðbrögð. Hvort að annar öskrar á mig, að það hans business. Minn business hvernig ég bregst við því. Rigningin, hvers business skyldi það vera? Guðs. Og við getum endalaust reynt að stögglast á við aðra, umheiminn eða Guð að breytast. Það tekst bara ekki. Hvað ætlar að segja trénu ofta að stækka eða minnka? Það bara að gera það á sínu hraða þegar því hendar. Allt í flæði, streitulaust. Prófum að vera þar, streitulaus í flæði. Og sjáum hvernig dagurinn fer þannig. Og ég ætla að gefa tóninn aftur út í daginn með þessari fallegu skál og minna ykkur á að brosa með hjartanu.